Það tekið að vora og þá tökum við til í okkar ranni jafnt út í náttúrunni sem heima fyrir og hvað að gerast í Reykjavík í þeim efnum? Jú, spillivagnin farin af stað og þeir eru settir hérna hjá mér Guðmundur B. Friðriksson frá Reykjavíkurborg og Guðmundur Tryggvi Ólafsson frá Sorpu til að ræða þetta. Hvað hirðir spillivagnin upp? Spillivagnin að safna spilliefnum, það kallum við spillivagnin. Við erum að safna þessu sem fellur til á heimilum. Við viljum safna þessu sem svona minni efnunum með spillivagninum, annað fyrir endurvinnslustöðvar. Við erum að tala málingu og leysiefni, við erum að tala rafhlöður, raftæki safnum við líka með spillivefnum. Hvers konar raftæki? Þessi smærri, við erum að tala brauðristina og hárblósarann, símarnir allir, hleðslutæki líka. Það er örugglega búið að safna svolítið upp á þeim. Og það annarhver bílskúr uppfullur af þessu? Uppfullur. Þannig að nú tökum við til hendinni og förum við á spillivagnum.is, sjáum hvar hann stoppar og hvenær og skilur spillivagnin. Já, og þið farið öll hverfi borgarinnar og reyndar jafnvel víðar? Við förum í öll 10 hverfi borgarinnar. Við erum á hverjum stað frá 3 til 8 og víðar, önnur sveitarfélög að taka þetta upp hugsanlega líka, nágrannar okkar. Þannig að spillivagnin fer vel á stað. Og hvað verður svo þetta, Guðmundur Tryggvi? Sko, þetta eru fjölmargir farvegir og hvað var að spilliefnin, þá mjög stór hluti af þeim olíugrunnuð og mikið til enda bara í brennslu. Það svona skásta á leiðin til eyðingu á þeim. Eitthvað þessu fer í endur nýtingu líka, en það má segja það að brennsla, háhita brennsla sé svona aðal eyðingar aðferðin fyrir spilliefni. Þessu fargað í raun og veru? Já. Og bara á þá forsvaranlegan, réttan hátt. En hvað var að raftækin? Þá eru þau náttúrulega samansett úr mörgum hlutum. Einmitt. Og við bara tökum stór raftæki, bara horfum gömlega góða eldavélina, Rafa eða eitthvað líka, þá hún að mesta lítið bara járn. Þannig að hún þá bara að fara í járna endurvinnslu. Og minni tækin eins og mörg af þessum raftækjum verður lítið annað en plast. Þannig að þá fara þau í plastvinnslu. Yfirleitt þetta einhver svona niðurbrot og sundurflokkun sem á sér stað í bara þá stærri stöðum. Og útflutningur á raftækjum héðan segja, megin þemmað, minnst að þessu eða ekkert endur unni fullkomlega hérna innanlands. Þetta er bara útflutningsstraumar sem að vera til. Þetta er náttúrulega á alheimsvísu, þá það alveg gríðarlegt magn sem að verða til á hverjum degi af raftækjum og það kom nú einhver spekingur heimsótti okkur í fyrra og í tilefni raftækjavikur sem var þá haldinn og hann héldi fram að þetta væru 5.000 Eiffel-turnar af málmum og sambærilegum efnum sem að væru árleg notkun í raftæki. Viltu segja þetta aftur? 5.000 Eiffel-turnar? Af bara málmum og sambærilegum efnum. Á ári? Á ári. Sem fellur til? Já. Af þessu drasli? Já. En Guðmundur B, erum við slóðar í þessum efnum? Íslendingar erum svona aftarlega á meirinni með við aðrar önnur Norðurlönd í þessum efnum og höfum tekið okkur á en safnast þetta bara fyrir heima? Þetta safnast náttúrulega fyrir heima meðan þú hefur plásið en ég vil kannski ekki meina við séum slóða. Við höfum tekið okkur mikið á og komnar líka margar nýjar og góða lausnir við að koma þessum efnum frá sér. Við erum hins vegar að sjá ennþá ca. 0,8% af því sem fer til urðunar eru spilliefni. Og spilliefni eru efni sem við viljum ekki fá upp á urðunarstað. Og það er það sem við erum að gera með þessu átaki, að við erum að reyna að ná meira af þessum efnum úr blandaðsorpinu. Og nú ætlum við að fara að jarðgera blandaðsorpinu, búið til meira metangas og jarðvegsbæti. Og þá er ekki gott að vera með spilliefni í jarðvegsbætinu sem við ætlum svo að fara að dreifa til landgræðslu. Þannig að við þurfum að standa okkur betur í að ná spilliefnum úr. Guðmundur Tryggvi, fólk ekki nógu upplýst hvað á að fara í sorpu og hvað ekki? Auðvitað hefur náttúrulega orðið heilmikill árangur í flokkun og fólk bara sýna rosalega góðan árangur í þáttöku í alls konar flokkunarferlum. Maður finnur eiginlega fyrir hugarfarsbreytingu. Já, hún bara mælanleg. Hún mjög mælanleg og við bara sjáum þessi í plastinu. Við erum bara með þvílíka vöxt í plastinu og sem bara sem dæmi af efni sem fólk tilbúið að flokka. Pappírinn hefur náttúrulega verið lengi í svona ágætis standi og hann náttúrulega bara minkandi sem að koma inn. En
spilliefnin og raftækin hafa kannski verið svolítið undir radar, þetta er náttúrulega sjálfsög ekki drosalega mörg kíló, þetta er náttúrulega mikilvæg kíló að ná út úr þessum blandaða farvegi og við þurfum bara að vera duglega að koma þessum upplýsingum á framfæri sko, til dæmis eins og bara að taka fram sko hvað þetta er og fyrir mörgum er þetta bara vesen, það er að standa í því að vera að halda sig einhverja farvegina sko, en þetta er bara rosalega mikilvægt að við höldum í þessar auðlindir sem er í þessum efnum, eins og raftækjunum þá sérstaklega og setjum það í rétta farvegi sko og við sveitarfélögin erum náttúrulega að nálgast íbúann svolítið, bjóðandi betri þjónustu eins og með þessum spillivagni og væntum þá þess að fá þá meiri skil á þessu í rétta farvegi og þetta er bara tölvöld mikilvægt og við hefum nefnt hérna spillefni þá sérstaklega, raftækin líka, við mögum ekki gleyma lyfjunum. Við erum notað mjög mikið af lyfjum en þau nýtast ekki öll upp til lagna og það er náttúrulega mikilvægt að þeim sé haldið til haga líka. Þau sé ekki send með blandaða efninu í grátununa, þetta sé skilað í apótek. Það er hinn eini rétti farvegur fyrir það og apótekin síðan þá annast eyðing á þeim. Einmitt. Þannig að þegar þú ert að fara næst út í apótek þá áttu að taka með þér það sem þú notar ekki. Akkurat. Hvernig stendur Reykjavíkurborg sig miðað við önnur sveitarfélög? Ég hef á tilfinninguna að mörg önnur sveitarfélög standi höfuðborginni sjálfri framar í þessum grænu efnum. Stykkishólmur, Akureyri eru oft nefnd sem svona fyrirmyndar sveitarfélög þegar kemur að grænum lausnum. Er Reykjavík á eftir? Nei, ég vil ekki meina það. Nei. Við erum farin að safna flokkuðum úrgangi í meira mæli frá heiminum. Buðum upp á bláa tunnuna strax 2007. Við buðum upp á græna tunnu fyrir plast frá árinu 2016 sem verður mjög vel tekið. Og við höfum alltaf haft þann möguleika líka að íbúar geta fengið endurvinnslutunnu eins og þessi sveitarfélög sem þú nefnir eru með. Þær eru bara boðið á markaði og gámaþjónustan og íslenska gámafélag hafa að bjóða þau í lát. Og íbúar sumir kjósa það. Í Reykjavíkurborg er val hvernig ílát þú ert með við heimili. Þú getur líka að fara á grenndarstöðvar og við erum að byggja þær upp og fjölga þúrúkungsflokkum. Nýlega búið að setja glersöfnunagáma á allar grenndarstöðvar og þar er líka hægt að skilagjaldsaumbúðum og textíl. Þannig að möguleika til flokkunar eru miklir í Reykjavík og mikil þjónusta. En við erum jafnframt með aðgerðaráætlun að gera enn betur og samkvæmt þeirra áætlun sem við unnum fyrir nokkrum árum síðan og gildi til 2020, þá ætlum við að hefja söfnun á lífrænum eldúrsúrgangi til jarðgerðar fyrir þá sem kjósa að flokka það sérstaklega frá. Og gera svo tilraunir með söfnun á gleri frá heimilum og málmum líka. Það er í okkar plönum. Einmitt. Og mun Sorpa taka við svona eins og lífrænu úrgangi til verðmætasköpunar á komandi misserum? Sko, þessi áðurnefnda gas- og jarðgerðarstöð sem að Guðmundur sagði frá áðan, þetta er rosalega stórt og mikilvægt skref inn í bætta nýtingu þeirra auðlinda sem við erum að sýsla með og eru kannski að fara forkvörðum þessa dagana, einhverju leyti. Samkvæmt þeirri spá sem við varum að vinna með núna, að myndi þá verða raunveruleikinn þegar hún er tekin til starfa, er að hvað heimilin varðar, að þá verður í rauninni endurvinnslu hlutfallið frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu yfir 90% þegar hún er komin í notkun. Og það er vandfundinn álíka árangur sko. Þannig að það sjálfsögðu þarf að stilla ákveðna strengi í þessu og við erum svo sem að gera það með þessu átaki að ná burtu spilliefnum, raftækjum og lyfjum sem við sjálfsögðu viljum ekkert fá með í þessum farvegi sko. Þannig að já, framöndan er þetta verkefni og heilmikið það að segja, en í mjög stuttu máli að þá verða væntingar okkar og kerfið þannig stilt upp að heimilin og íbúarnir verða búnir að flokka megna þeim efnum frá sem að þau geta að flokka í gegnum þá þessar tunnur heimili og endurvinnslustöðvarnar og grenndarstöðvarnar og það sem eftir situr, það sem ekki áneina farvegi inn á þessum áðurnefndu stöðum, aðalega þá lífrænn úrgangur, bara langmestu leyti, bara matarleifar þess að það fer þá í þessa gas- og jarðgerðarstöð sem klárar hreinsunarferlið að ná burtu restina af plastinu sem kemur með þessu og þess að tekur úr þessu orkuna í formi metans þá og síðan jarðgerir restina og það efni verður þá tækt til landgræðslu. Hvenær verður þetta? Hvenær mun þessu stöð? Við erum bara að horfa það að 2020, 2021 og þá verður þetta sett í gang. Dásamlegt. Að lokum, Guðmundur Tryggvi, ruslið er afskaplega góður mælikvarði á hagsveifluna. Hvar erum við stödd í þeirri vísitölu
Erum við búin að ná toppnum? Sko, þetta nú ekki útgefin tala, en svona horfandi á magntölurnar, þá lítur út fyrir það að toppnum hafi verið náð, já. En þetta eins og ég segi, þetta svona ekki útgefin tala. Bestu þakkir fyrir komuna, herramenn, og við þurfum að halda þessari umræðu klárlega á lofti inn í komandi tíma. Við þurfum að taka til eftir okkur í þessu landi alla daga, jafnt út í náttúrunni sem heima fyrir og að sjálfsögðu í fyrirtækjum og stofnunum.